Box-módelið er sá partur af CSS-speknum sem að segja til hvernig box haga sér. Það byggir upp á því að við erum með eitthvað efni og utanum það hefur við 3 lög utanum það sem að skilgreina hvernig síðan boxið er. Yst höfum við margin, en það er með skilgreinda lengd sem getur verið neikvæð og það dregur það boxið upp eða niður vinstri til hægri það mínusgildi sem það er gefið. Ef við setjum vinstri og hægri gildin í margin sem auto er elementið eða boxið miðjað. Margin og padding er með shorthand þar sem ef við skilgreinum aðeins eina tölu er það gildin fyrir efsta top margin, hægra, bottom og left. Ef við skilgreinum 2 er það top og bottom í fyrri tölu og right og left í seinni tölu. 3 skilgreina þá fyrst top, síðan right og left, hægri og vinstri og að lokum botnin. Og ef við skilgreinum 4 tölur byrjar það efst sem top, síðan kemur hægri, neðri hliðin og hægri hliðin. Sem dæmi þetta þá höfum við hér fallegt svart box með rauðum border, en ef við skoðum það nánar þá sjáum við að við höfum hér margin 50 pixla sem eru að draga boxið og færa það hérna 50 pixla frá topnum og 50 pixla frá vinstri hliðinni. Ef við aukum þetta gildi þá sjáum við hvernig boxið færist frá og ef við breytum þessu í það að skilgreina fleiri en eina tölu, þá erum við núna að skilgreina efri og neðri, en nú færist það upp og niður og vinstri og hægri. Ef við förum síðan yfir í mínustölu, sjáum hvernig boxið dregst út af skjánum og sama með efri töluna, hvernig það fer út af skjánum. Collapsing margin er eitthvað sem gerist þegar við höfum 2 box eða fleiri, þá getur þau fallið saman og þetta eru einhverjar flóknar reglur sem segja til hvar og hvenær þetta á við, en best er bara að vita að þetta getur gerst og þá að breyta því. Þannig núna hefur við hérna, hér höfum við 2 box og ef við skoðum hvernig þau líta út þá er annaðra hérna með 50 pixla í neðra margin og hitt er með margin top 50 pixla. Og ef við skoðum þau hérna sitt á hvað, þá sjáum við að það er ekki 100 pixlar á milli þeirra, heldur 50 pixlar af því að marginið fellur saman í eitt. Ef við setjum border á boxið, þá heldur þetta samt áfram. Þannig að þetta eru svona reglur sem við getum þurft að hafa í huga og vita. Þannig að yfirleitt er þetta eitthvað sem við viljum. Það sem að þetta er eðlilegra þegar efnið flæðir að það sé ekki gert of mikið bil á milli þeirra. Border er næst ysta lag boxins. Þar getum við skilgreint breidd á bordernum, stíl, solid, bara sem solid lið, eða dotted til dæmis sem er þá punktalína og svo lit á bordernum. Shorthandið sem við notum yfirleitt er að setja border og svo er gildi gefið fyrst breidd í einhverju lengdareiningu, stílinn og svo liturinn. Eins og til dæmis 1 pixel, solid litur og svartur. Þannig að við skoðum aftur boxið hér, þá er borderið að því skilgreint hérna sem 5 pixla og ef við stækkum það þá stækkar borderið á boxinu. Gerist ekkert ef það fyrir í mínustölu. Ef við breytum típuna yfir í dotted þá er það svona og svo getum við sett hvaða lit sem er hér. Síðan getum við líka sagt border top 0 og þá hverjur efra
border og svo getum við sett border top style. Þá getum við sett sem mismunandi gerðir af, þannig að við getum blandað saman mismunandi tegundum border fyrir hverja hlið sem er. Padding er svo næst innsta lag boxins að hann er komið með efninu sjálfur. Það er skilgreint eins og margin en getur ekki fengið neikvætt gildi og það fær bakgrunnslit sem skilgreindur er á hlut. Þannig að hér ef við sjáum hvernig boxið lítur út og við bætum einhverju efni inn í það og setjum hér einhver texta, þá sjáum við að padding er að færa efnið frá borderinu og leyfir efninu að anda, og ef við förum yfir í mínusgildi hér þá gerir sér ekki neitt, en plusgildin ýtir efninu alltaf frá borderinu. Breidd og hæð á efninu getum við sett og boxinu sjálfur getum við sett með width og height. Það getum við sett sem hlutfallslegar stærðir. Það getum við sett sem hlutfallslegar stærðir þó að það sé alls ekki það eina sem við getum gert. Við getum líka sett nákvæmar stærðir. Með hæðina þá ættum við að forðast þess að við getum að setja hana sérstaklega nema við höfum einhverja mjög góða ástæðu, af því að efnið ætti að stýra hæð á boxi. Ef við setjum gildi sem auto þá mun vafrinn finna út úr gildinu sjálfkrafa eftir því hversu mikið pláss er. Width boxes er síðan reiknuð sem breiddin á efninu plus vinstri og hægri margin plus vinstri og hægri border plus vinstri og hægri padding. Og sama við hæðina með viðkomandi gildum. Þetta getur leitt til vandræða þar sem að ef við viljum nota hlutfallslegar stærðir til þess að segja til þess að breiddin á boxinu eigi að vera 100% af foreldrinu, en viljum síðan líka geta sagt að það eigi að vera með 1 pixla border utan um sig og 10 pixla padding, þá mun heildarstærðin verða 100% plus 2 pixlar plus 20 pixlar sem er þá blöndun á þessu tveimur, sem getur valdið því að efnið fer að vera stærra en við viljum að það sé í raun og veru. En til þess að leysa þetta getum við notað box sizing sem er skilgreint í CSS3 og það breytir því hvernig box model er reiknar. Sjálfgefna gildi er box sizing content box, en þá er í raun allt sett inn í reikningin, en ef við breytum þessu yfir í border box þá er aðeins margin tekið inn í reikningin. Þegar við erum síðan með efni í boxi sem að passar ekki alveg að öllu leyti inn í það, þá getum við stýrt því hvernig það er gert með overflow. En við getum líka notað visibility til þess að fela boxið en reikna það með í útlitinu. Það er að segja, það er ekki birt en það tekur plássið sem að það annars væri með. Svo getum við notað overflow til að stjórna því hvernig efni sem myndi flæða yfir boxið, úr boxinu, hvernig það hagar sér. Ef við setjum visible þá sjáum við allt efni sem flæðir út fyrir. Ef við setjum það sem hidden þá felum við efni sem flæðir út fyrir. Scroll þá flæðir efnið inn í boxinu með skrunstikum. Ef við setjum auto þá birtast skrunstikur eða scrollbars þegar þess þarf. Ef við skoðum hvernig það virkar, og hér er dæmi sem ég gleymdi að taka það hvernig margin auto miðjusetur efni. Þannig að hér reiknar vafrinn sjálfkrafa út fyrir okkur hversu breitt það á að vera. Og hér höfum við síðan dæmi það hvernig box sizing virkar, að því leyti að hér erum við með box og inni í því erum við með annað box. Þannig að þetta hérna box, ytra boxið eru 200 pixla breitt
og innra bóksið viljum við að sé 80% með miðjað, með border og padding og textinu því á að vera miðjaður. Þannig að það sem við myndum gera ráð fyrir að myndi byrsta þetta væri það að bóksið væri 80% miðjað. Þannig að það ætti að taka 80% af 200 sem eru 160 pixlar og svo ættum við að hafa 20 pixlar sitt hvorum megin til þess að miðjasetja það og svo ættum við conceptually að geta hugsað bóksið efnið síðan fyrir innan óháð því hvernig marginið og viðið virkar saman. Þannig að við myndum ekki búast þegar við gerum svona. En ef við skoðum þegar við erum búin að breyta box sizing yfir í border box þá hafa það nákvæmlega svona. Það sem að width er að hafa bara áhrif á það hversu stórt boxið er og margin en ekki það sem er inni í því. Þannig að við getum breytt borderinu án þess að, slökum på þessu. Síðan með hæð þá erum við hér með box sem að inniheldur eitthvað texta og hér passar þetta allt akkurat inn í og hér getum við séð hvað gerist þegar við setjum visibility hidden. Þá er ennþá reiknað með boxinu en það er ekki birt. Okay. Hér höfum við svo sama box, sama texta í öðru boxi sem er búið að fastsetja hæðinni í það að vera 100 pixlar og þá er efnið sem er inn í boxinu það tekur meira pláss og það sem við höfum ekkert gert til þess að stýra því hvernig overflowið haga sér þá flæðir það einfallega út fyrir boxið og hér er síðan boxar sem við erum með sama, við erum búin að skilgreina hæðina í 100 pixla en nú setjum við overflow auto þannig að þá fáum við skrunnstykur sem leyfir okkur að skrolla efnið inn í boxinu. Ef við síðan hækkum boxið það mikið að efnið hefur pláss þá sér auto það að skrunnstykan hverfur en ef við breytum þessu í scroll þá er hún hérna til staðar en verður ekki virk fyrir á henni fyrir að hún þarf að vera virk. Við getum sett takmarkanir á það hversu breið og há og lítil bóksin okkar eru og það er þá aðalega þegar við erum búin að ákveða eða viljum að bóksið fylli 100% út í til dæmis foreldri sitt og taki alltaf pláss sem það geti nema við vitum að ef það fer yfir einhverja ákveðna breidd eða undir einhverja ákveðna breidd þá fari einhverju skrýtnir hlutir að gerast. Þá getum við notað min og max height til þess að takmarka box þannig að það sé aldrei minna eða stærra en einhver x tala eða min eða max width sem takmarka box þannig að það sé aldrei mjórra eða breiðara en x. Og þá höfum við hér box sem að inniheldur einhver texta sem að fyrir þessar nokkur línur og þar erum við búin að segja að boxið á að vera 100% af breiddinni en það má aldrei vera minna en 400 pixlar og aldrei meira en 800 pixlar. Þannig að ef við breytum breiddinni hérna og sjáum við að hérna heldur það leyfir okkur að það fyllir út í alla mögulega breidd með það að það er líka með smá margin og er margin auto þannig að það er miðjað hérna með þetta þar til að við komum að því að vera hækkum megin við það eins til þess að komið betur fram þar sem að núna erum við komin niður í sjáum á tölunum sem birtist hér
sem við erum komin niður fyrir 460 pixla og þá hættir boxið að stækka með og verður 400 pixla breitt. Sama gerist svo með hæðina, að það verður aldrei lægra en 200 pixlar og aldrei hærra en 400 pixlar. Kemur betur fram ef við kalk síðan fall sem leyfir okkur að reikna út gildið, þar styður reiknivirkja, nákvæmar og hlutfallslegar einingar, þannig að við getum líka gert þessa reikninga sem að hugsanlega væri óþarfi eða við þyrftum ekki að gera ef við notum bara box size border box, en þá getum við farið að blanda saman og reikna hlutfallslegar og nákvæmar einingar saman. Border radius síðan eitthvað sem við setjum á box til þess að rúna hornin og það virkar jafnvel þó að það sé engin border á boxinu og þá notum við border radius eigindið og í svona einföldustu mynd þá erum við bara með radius á hring fyrir hvert horn, en það líka flóknari hluti sem er að fara yfir, þannig að það er búið til svona ellipsu radiusa og þess áttar og við getum stjórnað hverju einasta horni. Þetta getur haft áhrif á performance eins og þegar að vera að skrolla, en þetta er nú mestmegnis orðið í lagi í dag. Þannig að þá höfum við hér eitt box sem er það sama við vorum með áðan. Nú búið að bæta við border radius og hér getum við farið með hann alveg niður í 0, þannig að þá er engin rúni horn og svo hægt og rólega rúnast þau þar til við aukum, þar til að við fáum hring. Box shadow síðan leið fyrir okkur til að skilgreina einn eða fleiri skugga á boxi og þá aðskiljum við það með kommu. Við getum bæði verið með það fyrir utan sem er sjálfgefið og innan, en þá þurfum við að setja inset sem merkingu sem að kveikir á því og yfirleitt viljum við setja 4 tölur og lit þar sem við viljum að segja hversu langt á x og y ás undan boxinu við viljum að kugginn fari, hversu mikið blur er á skugganum og hversu mikið hann dreifir úr sér og svo lokum viljum við setja lit og hér er tól sem hægt að nota til þess að búa til svona visuált til svona skugga, en hér sjáum við hvernig box shadow með skugga sem er bara rétt undir boxinu með mikið blur og 1 pixel í spread og ef við bætum við meira spread þá fer það út meira, hérna verður það deyrða út og hérna getum við fært það upp niður y-ásinn og til vinstri og hægri á x-ás. Síðan getum við setja inn í boxið og þá getum við samanskapið fært skuggan inn til, aukið hérna inn og gert hann meiri hérna inn og síðan getum við skilgreint bæði og þá skilgreum við bara annan á eftir hinu. En þegar við erum að byrja að vinna með CSS er góð regla að ímynda sér það að langflest í CSS er einfaldlega réttind box. Við erum bara að breyta þeim og leyfa þeim að vera gegnsæjum að einhverju leyti og ógegnsæjum að öðru leyti og sem dæmi þetta þá getum við opnað hérna eins og Háskólans
og opna DevTools og búið til nýja reglu hérna. Sett bara Universal Selectorinn og sett Outline sem eins og border nema kemur innan í boxið. 2 pixla solid bláan. Og important og þá sjáum við öll þau box sem búa til síðu háskólans. En þau eru allmörg og bara búið að púsla þeim saman mörg box inn í boxum til þess að mynda síðuna. En hér brotin mynd, þannig að ef við hoppum aftur í fyrstu myndina þá sjáum við hvernig box módelið virkar og hvernig þetta saman virkar saman.